og jafnframt ekki þá komið upp í þessari rannsókn á einu einastu sjóði að það sé eitthvað sem að ekki þolir dagsins ljós í samskiptum milli lífeyrissjóðanna og bankana. 13 lífeyrissjóðir veittu Glitni nærri 11 milljarða króna lán í mars á 2008 þegar viðvörunarljós voru farin að blikka á íslenskum fjármálamarkaði. Engar tryggingar voru fyrir lánu og engin gjalddagi. Milljarðarnir töpuðust nokkrum mánuðum síðar þegar bankinn féll. Lóa Pindaldesdóttir. Skýrslan vekur athygli á fjárfestingu 13 lífeyrissjóða í mars 2008. Þá vantaði Glitni pening en hann átti heima hér á þeim tíma. Hann gefur út skuldabréf upp á 15 milljarða og lífeyrissjóðirnir ákveða að kaupa 11 milljarða tæpa. Þar var stærsta framlagi frá LSR upp á tæpa 3,4 milljarða. En það skrýtna við þetta lán var að það var engin gjalddagi á því, heldur ætlaði bankinn að borga með hlutabréfum í sjálfum sér 5 árum síðar, árið 2013. Þessi peningar hurfu að sjálfsögðu nokkrum mánuðum síðar þegar bankinn féll. Og það sem meira var að það voru engar tryggingar fyrir þessu láni og bankinn mátti, og hann gekk illa, færa niður höfuðstól lánsins. Fréttastofan ræddi við sérfræðing með áratuga reynslu úr íslensku fjármálalífi. Hann kannaðist ekki við að séð ákvæði sem þetta áður. Það að útgefanda skuldabréfs, Glitni, sé samkvæmt samningi heimilt að færa niður höfuðstól til að mæta hugsanlegu rekstratapi bankans. Lífeyrissjóðirnir 13 hafa höfðað mál á hendur slitastjórn Glitnis og telja sig hafa verið beitt af blekkingum af stjórnendum bankans. Þessi tiltekna fjárfesting var ítarlega rædd í fjárfestingaráði LSR áður en ákvörðun var tekin. Haukur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri LSR, baðst undan viðtali í dag en svaraði fúslega spurningum fréttastofu. Hann segir tryggingu sjóðsins hafa falist í kröfu á bankan við gjaldþrot þar sem svona skuldabréf gangi framar til dæmis hlutabréfum. Sum sé að lán sem þetta hafi verið áhættu minni fjárfesting en að kaupa hlut í bankanum. Haukur segir sjóðin hafi verið blekkt en bankinn hafi reitt fram rangar upplýsingar eiginfjárstöðu, lausafjárstöðu og stærstu áhættu skuldbindinga Glitnis þegar LSR tók ákvörðun þessa milljarða fjárfestingu sem varðað engu áður en búið var að greiða eina einustu krónu í vexti, hvað þá meir. Og jafnframt ekki þá komið upp í þessari rannsókn á einu einastu sjóði að það sé eitthvað sem að ekki þolir dagsins ljós í samskiptum milli lífeyrissjóðanna og bankana.